við byrjum á því að tengja höfuðrófan og þá að gera að merkja líka hvað er hvað og þrýstirófi hérna, startrófin er hér og ekki stopprófin, var það ekki I2? Þá prófum við það. Þetta hafa bæði. Segjum hérna höfuðrófi. Já. Höfuðrófi hérna á K1 eða Q1 og við köllum þetta þá hérna. Þetta er á K2 í tenging. Það sleppi því. Já, K2 y tenging. Við kannski merkjum við hérna K1 líka, ef náum því. K1. Já, K1 höfuðrófið, það slapp inn. Sem sagt þannig að hann tekur y tenginguna með og jafnframt þá setjum við þetta inn á tímaliða. Sko, þá setjum við tímaliða sem sagt snertufrú frá höfuðrófanum hérna út á tímaliða, trigger fyrir tímaliða. Fimm sekúndur sögðu við, væri í verkefninu. Skrifum við hérna 0,5 og það er merkt við hérna sekundur og þetta er sett inn tímaliði X. Smetla á seft. Og eftir ákveðin tíma þá eigum við að taka út y-tenginguna þegar hann er kominn. Eigum við að kalla þetta stjörnutími. Fimm S, hvað sagði það? Já, að 5S gekk ekki. Þetta er stjörnutími. Og eftir ákveðin tíma þá erum við að taka út K2, sem sagt stjörnutenginguna. Þá erum við að setja svona snertu sem að rífur eftir ákveðin tíma. Ok. Við þurfum að gefa mótornum tíma til þess að losa sig við segulsviðið og varðandi segulrófana sjálfa. Við þurfum að gefa þeim líka tíma til þess að falla út, losa snerturnar og það þýðir að við þurfum að tengja þetta inn á annan tímalega sem við köllum skiptitíma. Þannig að ég fer bara að halda áfram með flæðiritið og en þegar að stjörnutíminn er búinn þá myndi ég taka merki frá snertu eða snertur á tímaræðunum út á skiptitíma sem að sérðu það að gefa nægilega margar millisekundur á milli stjörnutengingarinnar og þríhyrningstengingarinnar. Þannig að segulsviðið sé farið úr mótornum, þannig að mótorinn kom ekki inn með bullandi segulsvið og sé að koma inn sem framleiðandi inn á netið þegar hann tengist. Hann getur komið inn sem bara generator, sem bara rafali. Ef við höfum þennan tíma of stuttan, ef þetta er stór mótor, þá getur það valdið því að við fáum ennþá að herra högg og það getur skapað högg líka á vélbúnaðinn, þannig að það hefur brotnað ástengið við það að þessi tími er of stuttur. Nei, ástengið, það er brotnað undirstöður. Það er brotnað undirstöður undir mótorinn, vegna að hann kom of snemma inn. Þá erum við að tala um kannski mótora sem er kannski á stærðargráðunum 100 kW og kannski stærri. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að hafa þennan tíma réttan og þá er þetta inn á næsta tímaliða, T2. Þá köllum við hann skiptitíma. Skiptitími. Hvað var nú að langa? Já, hann er
Sko, já, í raunveruleikanum gæti að vera svona einhvers staðar bilinu 90 millisekundur upp í 150 millisekundur, en bara til þess að við sjáum hvað er að gerast, bara meðan við erum að prófa rásina hjá okkur, þá er ágætt að hafa það bara alveg 1 sekundu, þó að það sé í rauninni allt of langur tími kannski, í raunveruleikanum. En það er þá gott að hafa eitthvað þannig við fáum á tilfinninguna hvernig þetta virkar. Þannig að Y-tengingin sé örugglega farin áður en við sjáum að það er komið straumur á þrístenginguna, sem að er þá K3 sko, já, og Q3 náttúrulega tengir út á K3. Þess að skipttíminn, ég átti eftir að stilla hann, já, hvernig við, ok, þá hérna stillum við þetta á 1 sekundu til þess að sjá hvernig þetta gerist. Og sem sagt, við erum búin að taka út K2, segulrófinn fellur út, hann fær tíma til þess að falla út og segulsviðið að hverfa úr mótornum. Þannig að hann kom ekki inn sem framleiðandi. Og hér setjum við inn Q3 og þetta köllum við þá til að stytta þetta eitthvað aðeins, þá getum við sagt þetta D-tenging. Já, getum við sett hérna K3 líka, sjá, kannski pláss við það, K3, já, K3 D-tenging. Og þá eigum við bara eftir að stoppa þetta, er það ekki? Hvernig förum við að því? Við þurfum að hafa neitaðan snertu frá stoppráfunum vegna þess að hann er alltaf að gefa sambandinn á innganginn á eintölunni, inngang 2, stoppráfinn, S2. Og ef við værum ekki með neitun hérna, þá væri alltaf stöðug reset merki á útganginn. Og hér höfum við þá hvað hefum við að resetta hérna? Resetta 1 eða ekki? 1, já, Q1. Resetta höfuðrófinn til að drepa á, ekki? Jú, ég var að resetta höfuðrófinn, alveg hárrétt, já. Sett var í upphafi og ég þarf að slökkva á honum, þá sem sagt nær hann að taka niður allt saman. Við sjáum takið eftir að ég er ekki að setja sett á Q2 eða sett á Q3 vegna þess að Q1 hann heldur þessu öllu saman inni. Þetta þyrfti þá bara að vera með fleiri reset. Ef við myndum setja sett á Q2 og Q3 þá þyrftum við að setja reset á Q2 og Q3 líka hérna fyrir neðan. En af því þetta er Q1 heldur öllu inni, þá getum við tekið allt út með því að resetta Q1 hérna neðst. Þá ætlum ég að teikna tengimyndina, klára tengimyndina. Ég er með startrófan, ég ætla að hafa hérna línu frá S1 yfir í inngang 1. Og S2 hann tengir alveg stanslaust straum inn á inngang 2. Ég get hérna reynt að hafa þetta alveg 90 gráður hérna. Svona. Og svo er það, ég ætla að hafa einhvern annan lit á hérna við útgangana. Sjá, ef ég merki hérna rauðan lit, já það er ágætt. Þá er sem sagt hér á bakvið er snerta. Sjá, ég ætla að reyna að sýna þetta hérna. Ég geta náttúrulega tekið bara í burtu Q1, það verður kannski einfaldast að gera það. Sjá, ég ætla að reyna að sýna að það er snerta hérna bakvið. Þið þurfum ekkert að teikna þetta, það er bara að þið vitið að því að það er snerta hérna sem að
er á bakvið Q1 og í rauninni Q2 og alla hérna. Sjáu, skiljiði, það er bara að snerta hérna það sem að Q1 er, sem að tengir straum, eða 230 voltinn, það er bara 1.1.0 hérna, þetta er 230 volta rás, út á segulrófa spóluna, stað 1 að 2. Þetta tengist bara hérna út á spóluna. Og sama gerist þá með Q2. Ég ætla ekki að teikna upp fleiri snertur, það er kannski, við erum búin að átta okkur á hvað er í gangi hérna. Og það er bara ekki alltaf allir sem að átta sig á því hvernig þessi mynd virkar, því að stundur er menn að gleyma sér og teikna hérna bara frá fasanum og beint út á segulrófan. Það þýðir að segulrófin er alltaf með straum á spólunni, það alltaf gengur ekki. Og nú þarf ég bara að tengja frá Q3 út á Q3. Svona. Ætli þetta sé þá ekki bara komið hjá okkur. Þá hérna að minnka myndina aðeins, það þarf ekki svona mikið pláss hér. Og þá bara velja þetta allt saman, Ctrl A, Ctrl Copy og þetta fer þá inn á í staðinn fyrir þessa mynd hérna. Kemur hún hér, svona. Og svo er ég eftir að fylla út í tengiskrána. Já, þessi tengiskrá, við höfum í efni, höfum við form í Excel og ég ætla að fara inn á hérna undir efni í ennunni, þá höfum við hérna undir annað efni, þá er hérna tengiskrá form, það er númer 5 hérna hjá mér. Ég náði þessa skrá hérna, Excel skrá. Hvað er Excel skrá? Hún er undir annað efni, það er hérna efni, svo kemur áhættumat, svo kemur annað efni, hún er númer 5. Þannig að það flýtir aðeins fyrir ykkur með að útbúa tengiskrár í þeim verkefnum sem við erum með hérna á eftir. Við erum bara að hlaða þessu niður, þá opnum við þessa tengiskrá, smetla á Enable Editing og þá skulum við fylla þetta út. Við erum með S1 og S2. S1 er ræsirofinn, normally open. S2 er þrýstirofi stopp, normally closed, venjulega tengdur. Svo segjum við hérna A1, það er tengist inn á K1. Þess að útgangurinn er Q1. Og þið þekkið þessa aðferð þegar þetta punktur neðra á horninu á reitnum, svo dragið bara hérna niður, þá fáum við K2 og K3, Q1, svo fáum við hérna Q2 og Q3 og við getum sagt hérna H fyrir höfuðrofa og Y fyrir stjörnutengingu, D fyrir þríhyrningstengingu. Við getum kallað þetta höfuðrofi hérna, stjörnutenging og þríhyrningstenging.
svona. Þá tökum við þessa tengiskrá og skellum henni inn í verkefnið. Og þá er merkt réttu verkefninu, verkefni 1B, og þá smetum við bara hérna copy og beint inn í verkefnið, eyðum þessari út og setjum þessi í staðinn. Síðan í lið 1.5, hér fyrir neðan koma svo myndir af þínu stigariti með róðabretti og við getum prentað út PDF skjal. Ég þarf að sýna ykkur líka hvernig það gerist. Við förum inn í forritið sjálft hérna. Hér er stigaritið, við setjum í gang og þá fáum við svona róðabretti hérna. Sjáum hér er startrófin og stopprófin 1, 2 hérna og ef við setjum þetta í gang, setjum á run hérna, að þá er nú að þrýsta á S1 og þá var höfuðrófin og stjörnutengingin og svo fór stjörnutengingin út og þríhyrningstengingin er komin inn. Þannig að þá var meiningin að taka mynd til dæmis af þessari stöðu hérna. Allt er komið í gang og þá bara taka snipping tool mynd af þessu og setja inn í verkefnið. Síðan á eftir að búa til PDF skjalið. Þetta er bara mynd sem að sýnir að þið hafi gert þetta og þið hafi prófað þetta. Smetta copy hérna og inn í Word. Sér segir að geta setja bara á næstu síðu. Þetta sé. Þetta af hverju þarf að setja hana líka inn á neðan? Og ég að setja hana inn á ofan? Til þess að búa til PDF skjal þá er farið í circuit diagram, print. Þú setur þetta bara inn í möppuna þína og flytur svo PDF skjalið inn í innu, bara sér, það er bara sér, já, það er sér skjal sem að kemur með. Þannig að þú ert með að minnsta kosti 2 skjöl. Sko, ég smetti hérna á Microsoft Print og þá segi ég hvað það heitir. Þetta heitir þá kannski verkefni eða 1B og svo kannski nafnið á nemandanum sko eða eitthvað og það á að skila því líka inn á innuna í verkefnið og þegar að stærri stigarit verða til seinna meir, þá er gott að segja líka circuit diagram og bara save as og þá hérna sem bara eins og þetta hérna þetta er í D-rofi og þá segi ég bara save á þetta og þá er þetta, þið sjáu hérna endinguna, þetta er .eas, þetta er keyrsluskráin úr þessu forriti og þá myndi ég ætla að velja núna bara downloads hérna, setja þetta bara þangað, segi bara í D-rofi og þá er þetta bara ofarlega í því og þegar að þessu skilað svo á innuna
að þá fer ég bara í svo þá ætla ég að skila þessu í verkefni 1b hérna, að þá svo ef ég væri hérna einhvers staðar að skila þessu fyrir einhvern nemanda. Ekki hægt bara að setja þetta inn í verkefnið og skila svo verkefninu með þessu skjali? Já. Já, sko, málið er að það er að sýna sem sagt þegar rauðlínurnar og líka myndina af rofabrettinu, sko, það er sérmynd, en síðan fæ ég í þeirri mynd ekki nákvæmlega hvaða tíma þið settið í tímaliðana. Þess vegna er ég að biðja um hérna að fá sérstaklega PDF-skjalið og sko sjá, ég ætla að setja þetta bara inn hjá einum. Já. Ég ætla bara aðeins að sýna, fá ég leyfi hjá Karki til þess að ef ég myndi skila verkefninu sem nemandi, svo bara eyðum við þessu aftur út, ég held að Karkur geti eytt þessu aftur út, og ég næ hérna í viðhengið, ég næ þá hérna í downloads í ID-rofi. Þetta er keyrsluskráin sem við þurfum ekki endilega að skila henni núna, en við getum þurft að gera það einhvern tímann seinna. Þá er ég með keyrsluskráin hérna sem endar á EAS. Síðan myndi ég geta náð í meira, sko. Við getum náð í PDF-skjalið. Hvert fór það nú aftur? Ég man ekkert hvert það fór. Ég ætla bara að reyna að setja það, ég ætla bara að prenta það aftur út. Hérna, circuit diagram, þá fer ég í print. Microsoft Print og PDF, sko satt. Þetta er venjulega í litur svart-hvít. Svart-hvítur. Eða þá fara í Microsoft Print og PDF. Og þá prentar maður, þá sér maður alveg pottþétt tímastillinguna. Þá setjum ég hérna ID. Set það inn í download líka hjá mér, svo að þá get ég sett það inn í innuna og næ ég hérna viðhengi, hérna komið ID-rói, svona, og opna það, þá er ég komið með það skjal líka. Þannig að þið sjáu það er hægt að ná í hægt að hafa öll þessi skjöl inni í innsendum og skjölum sem að eiga fylgja þessu. Svo er ég hérna með verkefni líka, 1b, það getur komið hérna líka. Og þar væru þá myndirnar af hvernig þetta lítur út. Já. Þannig að það væri flott að hafa minnstakosti hérna PDF-skjalið og Word-skjalið, en svo bara æfi okkur á því líka að setja EAS-skrána svo í framhaldinu. Sérstaklega þegar skrárnar fara að stækka, og ég tala ekki um prófin, ef við erum að senda inn svona stærri stigaritt, það er að gera að senda inn EAS-keyrsluskrána í prófi. En ég get líka hætt við hérna, þannig að þetta fer ekki inn. Þetta var bara til að sýna ykkur hvernig þið myndið ná í þetta. Setja þetta inn sem sér skjöl. Ok.